Það salt eða sandur spurningin sem eilíf á Akureyri og engin niðurstaða að manni finnst stundum. En bæjarráð Akureyrar eða bæjaryfirvöld á Akureyri hafa nýverið samþykkt að gera skoðanakönnun meðal bæjarbúa og kanna þeirra hug til hálkuvarna í bænum. Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi Vinstri grænna á Akureyri komin hingað og Pétur Halldórsson sem kynningastjóri skógræktarinnar og þá í búi líka á Akureyri, verið velkomin. Takk fyrir. Ég bara þá þessi könnun sem á að gera, hvenær verður hún? Já, hún verður núna í vetur. Við höfum hugsað okkur allavega við sem sitjum í starfshópi hálkuvarnir og snjómokstur. Við höfum talað það, sjá geta þessi liðið aðeins á veturinn, en þetta þurfa að gera þetta veturinn að snjómokstur og hálkuvarnir séu fólki í fersku minni þegar svarar. Þannig einhvern svona síðlega vetrar var hugsunin að fara í þetta. En þetta svona kannski svolítið einfaldað hjá mér, bara salt eða sandur, já eða nei. Það kannski, hún nú svolítið dýpri umræðan í raun og veru. En ég spyr þig þá bara, Pétur, salt eða sandur? Ég fannst það reyndar dálítið gott þegar menn fóru að nota í hófi saltblandaðan sand eins og við búið að gera núna í fáein ár á gatnamótum, hringtorgum og svona, ég sé ekkert að því. Mér finnst saltnotkun alls ekki hafa verið neitt í líkingu við það sem víða annars staðar hérna, þannig að hún sé í rauninni alls ekki til vandræða og já, ég get ekki séð að það hafi verið neitt slæmt skref. En þessi umræða öll salt eða sandur, þetta nánast ótrúlegt og aldrei nein niðurstaða. Það hún mjög skemmtileg sko og hefur svona kannski pínu takmarkaðan tilgang af því ég held að það sé engin allavega í bæjarkerfinu en einstæðar sem að hafa einhverjar hugmyndir að auka saltnotkun. Það auðvitað að nota aðeins salt, blanda við sandinn og það segja þeir mér menn á framkvæmda sviði bæjarins að sé sem sagt svona, þetta sé bara dálítið úthugsað, búið að prófa mjög margt og þarna sé komið svona veikasta blandan af salti sem að þó gerir svona það gagn sem verið að sækjast eftir. Þannig ég veit ekki, en auðvitað eins og þú sagðir sko, þá snýst þetta bara miklu meira heldur en salt eða sand. Þetta snýst auðvitað bara hálkuvarnir og snjómokstur í heild sinni og það það sem verið spurt í þessari könnun. Og þar eru líka margir vinklar eins og til dæmis með annars vegar sko, snjómokstur á götum og hins vegar snjómokstur á gangstígum og það nú eitthvað sem að þarf að skoða því að það hægt að forgangsraða á ýmsan hátt. Síðan að mínum mati mjög mikilvægt það upplýsingagjöf snjómokstur. Það að segja þegar maður fer út á morgnana að maður hafi svona einhverja hugmyndum og jafnvel getur bara sótt sér upplýsingar hvort og hvar sé búið að moka. Það nú svona mínum mati miklu mikilvægari umræða heldur en þetta með saltið og sandinn af því ég svona ekki viss að það sé verið að gera þetta nema bara á hinn allra besta hátt núna og ég held ekki að það standi til að gera neina breytingar á því. En auðvitað þetta bara svona hlutur sem gaman að ræða og fólk hefur skoðanir á og rök þetta bæði með og á móti og eru mjög mörg rök sko gegn því og sérstaklega gegn því að nota meira salt heldur en gert í dag. Pétur, ég sé þig stundum bregða fyrir á hjóli. Hvernig bærinn að standa sig í að þá moka hjóla á göngustíga? Manni finnst að stígarnir séu svolítið afgangs, að þeir séu mokaði seint. Og það náttúrulega miklu mikilvægara, sko það getur hjá mörgum skilið á milli þess hvort þeir fara gangandi eða hjólandi eða ekki, hvort þeir búið að moka þegar þeir ætla að fara í vinnuna á morgnana. Og það ofta ekki búið að moka þetta fyrir 10-11 á morgnana og þá er fólk löngu komið í vinnuna, ég fer á bílnum í dag og svo það kannski bara næstu 4 mánuði. Þú hefur skrifað töluvert þessi mál. Tölum aðeins svifryksmengunina sem að Þetta haust þessi vetur mjög góður. Sko, fólk hefur mikið verið að tala að það sé sandurinn sem veldur svifrykinu og það ég alveg sannfærður að það ekki. Því að í haust þá var gríðarlegt svifryk, núna alveg fram í nóvember, þangað fór að snjóa og svo leysti snjóa aftur og það var sára litlum sandi dreift þarna á þessum stutta snjóakafla sem kom í lok október. En samt var alveg geysilegt svifryk. Og það bara út að nagladekkjunum. Það sem sagt, sandurinn þveginn, þetta grófur sandur, það ekkert mikið ryk í honum. Þetta nagladekkin.
þetta ekki bara fyrir að malbiki sé svona lélegt? Að hluta til sjálfsagt. Íslenska grjótið mjúkt miðað við erum ekki með þetta grænít sem fólk vant í Evrópu til dæmis, Mið-Evrópu. þar sem sótt granít í gatnagerðina en reyndar hefur það nú líka verið flutt inn. Fólk sér þessa hvítu steina sem í malbikinu, það er innflutt hart grjót. Sólveig, þetta eitt svona deilumálið, það öll mengunin. Já, það held ég miklu meira spennandi deila heldur en salt og sandurinn af því að þetta náttúrulega eitthvað sem hefur auðvitað verið sýnt fram á að hefur virkileg áhrif á lífsgæði fólks. Það að anda ofan í sig svifrykinu og styttir bara líf og þetta hamlar mjög að mínu mati því að fólk fari gangandi og hjólandi á milli staða vegna þess að það alveg hryllingur að vera, sérstaklega auðvitað nálægt þessum stóru umferðargötum. Bærinn hefur verið að bæta sig í að þrífa og sópa götur. Mér finnst nú það bara til hins betra en það auðvitað eins og Pétur að benda á, þeir nagladekkin gríðarlegt vandamál og þar kom við í einmitt mjög áhugaverða umræðu öryggismál og nagladekkjanotkun og mín skoðun sú og ég vil bara segja þó ég eigi ekki bíl þá keyri ég stundum bíl og hef mikið keyrt bíla og bara gegnum tíðina, ég veit ekki hvað það langt síðan að ég nú bara ekki búin að eiga bíl nokkur ár, ég átti alltaf bíl einu sinni og það ótrúlega langt síðan að ég hef átt bíl sem að ég keyrði með nagladekkjum og þetta snýst að mínum að þetta fyrst og fremst að fara varlega. Að maður getur að það ekkert mál að keyra á vetrardekkjum ýmiss konar öðrum en nagladekkjum en maður þarf kannski einmitt að keyra aðeins varlegar. Ég tekið allavega reyndist það mér ágætlega og kostum slysalaust í gegnum það að keyra ekki á nagladekkum. Þannig að þetta svona, eitt af því máli sem að að þú færð kannski ekki, það ekkert fullkomið og þú verður kannski að fórna hugsanlega einhverju öryggistilfinningu bara með því að setja frá þér nagladekkin en á móti kemur heilsa og annars fólks og þíns eigin auðvitað. Ég hef ekki á naglalösum dekkjum síðan árið 2000 og ég finn ekki verulegan mun. Það kannski einhverjar mjög sérstakar aðstæður þar sem að gæti hugsanlega verið betra að vera á nagladekkjum og ég hef alveg skilning á því að einhverjir þurfi kannski nauðsynlega að vera á nagladekkjum en ég fullyrir að flestir Akureyringar gætu ekið á naglalösum dekkjum sem eru alltaf að verða betri og betri. En gott og vel, það þá þessi skoðanakönnun eða viðhorfskönnun að fara í gang hálkuvarnir í hvernig sem að við túlkum það nú allt saman en svona, hvaða vonir bindið þið við að umræðan þá þróist og skili einhverju eftir þessa könnun? Við þurfum náttúrulega að tala þetta allt saman. Til dæmis í morgun var 11 stiga frost og bara þegar ég kem út dyrnar heima hjá mér þá finn ég bara mengunina. Þó að þessi ekki bíl í gangi á bílastæðinu hjá mér. Ég nýbúinn að skipta bíl og ég lét setja í hann rafmagnshittara sem hittar bílinn og innra rýmið, vélinn og innra rýmið áður en ég legg af stað og þá hann bara eins og á sumardegi í 11 stiga frosti og reynda kona mín sem fór á honum í morgun, ekki ég. En svona á bærinn að örva, bærinn á að hvetja fólk til að fá sér svona í bílinn sinn og bærinn á að setja upp innstungur og hjálpa fólki við að setja upp innstungur við húsin sín og svona. Þannig að bæði að setja kaupa rafbíla og líka þetta setja svona búnað í bíla. Það mjög margt hægt að gera til að draga úr menguninni. Sólveig, ég bara svona östuð í lokin þessi skoðanakönnun sem að verður gerð eða viðhorfskönnun og hún vonandi skilar einhverju jákvæðu. Já, það sem ástæðan fyrir við erum að fara í þetta og það var svona stungið upp á því, nú orðið dálítið síðan að var stungið upp á því að fara í þetta, að það þetta bara vill fólk, hversu mikla þjónustu þetta kostar, það peningurinn sem við náttúrulega hefum bæjarfulltrúar erum bara alltaf að hugsa og þetta kostar alveg helling og við viljum bara spurja fólk, vill það setja skattana sína í þetta eða eitthvað annað. Það er svona það sem við erum að reyna að fá fram og það auðvitað margir þættir í því, ég meina eins og eitt af því æðislega við Akureyri snjórinn að mínum mati. Hann bara svo dásamlegur og fegrar svo rosalega mikið. Og persónulega finnst mér bara allt í lagi þó að kosti eitthvað að síðan að hafa það líka gott samgöngulega en hafa snjóinn. Og því að þetta ekkert eitthvað bara fyrir manni.
við þurfum að reyna að stilla þetta af þannig að við séum bara ánægð með snjóinn og getum ferðast í honum og tekið tillit til hvers annars. Þannig að við náum bara eins miklum gæðum út úr þessu öllu og við mögulega getum. Vonandi tekst okkur að stilla þetta allt saman af og við látum þetta verða loka orðin í föstudagsþættinum í dag og við þökkum ykkur fyrir áhorfið og góða helgi.